Komið sælir ágætu áhorfendur. Við erum að fara í einhvern leiðangur með Drottni og ætlum að reyna að segja eitthvað svona sem hann vill að við tölum og þannig að þetta er alltaf að fara í ganga aftur. Það er búið að vera stopp núna á annan mánuð, þegar ekki? Það er allt í lagi, þetta kemur allt aftur og nú erum við að fara af stað með einhvað efni sem að Drottinn ætlar sjálfur að staðfesta, þessi gott efni. Þannig að við þurfum aldrei að hafa neinar áhyggjur af því hvernig svona lagað vinnst, því að við treystum bara Drottni og höfum reynslu af því að þá fari nú allt bara nokkuð vel. En í dag er 13. Og 13. er nú í sjálfu sér engin sérstakur dagur nema er ekki rómversk-kaþólskir að halda jól á 13. held að. Og þeir segja þá bara eins og við gerðum 24. desember, gleðileg jól. En við erum ekki rómversk-kaþólskir heldur búum annars staðar á öðru svæði þar sem annað gildir og við höldum okkur við okkar stæðja og aðrir við sinn stæðja. Aðalatriðið er að gefa nú bara Kristi sitt tækifæri til þess að tjá sig og honum er sama svo sem hvar hann talar, bara hann komist að tala, segi ég. Jú, þú erum röddin hans, jú, þú erum munnur hans og hann og fólki sem að tjáum okkur við aðra eins og hann vill að skert. Hann er að nota fólki á jörðinni til að koma boðskapnum sínum á framfæri og fólki á jörðinni er fólki sem hann dó fyrir á krossi og reis upp frá dauðum til að geta gert hólpið. Og hann er ennþá að kalla, komið til mín, segi ég hef svo margt við ykkur að segja, segir Drottinn. Ég er tilbúin til þess að vera rödd. Þú hefur oft verið rödd hans og ert kannski búin að vera ötull við verkið áratugum saman og Drottinn er stoltur af þér og hann segir, þér eru vinir mínir ef þér gerið það sem ég býð. Þannig að við sjáum að við getum alveg orðið vinir Drottins en þó með þeim skilyrðum að hann fái að komast að og gera það sem hann vill en ekki endilega gera minn vilja. Þannig að þetta heitir á máli orðsins, biblíunnar, að deyja sjálfum sér, þess að deyja sínum vilja þegar Kristur er annars vegar. En auðvitað heldur þú áfram að vera manneskja, þú ert bara persónuleikinn sem hann skóp og hann ætlast ekki til þess að það breytist neitt nema breytingin kemur sjálfkrafa af því við erum á vegi Drottins og hann er með aðrar viðmiðanir heldur en heimurinn. Hann sigraði allt óvinarans veldi. Ég held að þessi boðskapur hafi ekki skilað sér nægjanlega vel oft til okkar að hann sigraði allt óvinarans veldi. Það er svona finnst mér að hafi ekki alveg skilað sér vegna þess að svo margir eru haldnir öðru sem er annars konar boðskap og þeir eru að svona ímynda sér eitthvað annað en þetta. Hann er sigraður svo sem heitir Satan. Það var mikil uppgötvun fyrir mig þegar ég sá og komst að þessu að svona er þetta. En vandinn er ekki þar með leystur. Vandinn er leystur fyrir mig að því leyti til að ég er hólpin manneskja. En mér gengur ekki alltaf mjög vel að ganga veginn vegna þess að ég er með í mér allt sem að allir eru með í sér. Við erum eðli, við erum fallið eðli og þetta fallna eðli það gengur með okkur. En inn í þetta fallna eðli kemur orð Guðs, heilagur andi, og byrjar að vinna með sitt orð í manneskinu til að þetta fallna eðli rísi allavega sjaldnar upp. En það er alltaf að stinga upp hausnum vegna þess að
okkur gengur, ég heldur verið nú að viðurkenna það að flestum okkar gangi nú erfiðlega að segja alveg aðskilið við heiminn. En Drottinn reyndar hvetur okkur til þess að skilja ykkur frá heiminum og hann býður okkur bara rúm hjá sér, þar sem allt annað í gangi. Þar miðað við orðið, þar miðað við að ég og þú séum uppteknir af því, og við gerum það ekki nema að því að við erum dáin sjálfum okkur. Þannig við sjáum og skynjum núna að það að vera dáin sjálfum sér býsna stórt orð, stórt og mikið orð. En þetta markmiðið hjá einu kristna manni, það að vera þetta, vera á þessum stað og segja við sér sjálfan að þarna vil ég vera. Þannig við sjáum líka allt þetta nú vinna. Allt þetta markmið sem Drottinn gefur okkur, og þú vinnur með þetta verkefni á hverjum degi sem þú vaknar inn í. Og svo bara líða árin og þú ert árinu eldri í ár heldur en þú varst í fyrra, en það auka atriði. Svo vaknaður inn í þannan dag og Drottinn segir, velkomin, núna skulum við fara að gera eitthvað. Og þú ert búin að gera verk með honum, segjum kannski yfir 30 ár, eins og þessi maður sem að tala. Hann búin að vera í þessu yfir 30 ár og sumir eru búin að vera við þetta miklu lengur heldur en ég. En allir okkar, þó langt mörg ár séu að baki, hafa gert þetta svona. Þeir vöknuðu inn í daginn, lofuðu Guði deginu og gerðu svo það sem hann vil að gert sé. Og þá nokkuð ljóst að eitthvað gott kemur út úr því sem enginn okkar mun sjá eftir að hafa unnið seint. En þetta sem sagt málið, að vera þar sem að Kristur og ég vinur hans að því ég geri vilja hans og ég held ég bara þá á nokkuð góðum stað. En þó svo að þetta sé yfir, hef ég allt þetta fallna eðli með mér. Og ég eins og þú á til að toga það upp, og þegar það komið upp þá ekkert nema vesen og vandræði. Alls konar hugsanir og þangi fara af stað, tilfinningar rót til hægri og vinstri og upp og niður, eins og bara hjá fólki heimsins. Við erum svona þetta fólk og við skiljum betur með þetta yfir okkur að hvers vegna Kristus segir að við séum veiklundaðar verur. Og hann viðurkennir það og þeir sem að þekkja til viðurkenna það líka og hafa svo sem ekki neitt að segja nema þetta eitthvað sem að þeir vita, trúin segir, að orðið muni vinna á. Sem sagt, að þú ferð að venja þig á eitthvað annað heldur en þessar tilfinningar að segja við þig. Út úr því kemur öflugri trú og meiri lífsfylling fyrir þig sem manneskju. Þess vegna Kristur með okkur. Hann vill að við séum með daginn okkar góðan. Hann vill að hver dagur sem við lifum á þessari jörð sé góður. En hann gaf okkur frjálsan vilja sem stórmerkilegt þakkarefni sem að við segjum við mig, konar þú ræður alveg öllu það hvað í gangi hjá þér. Og ég hef verið að grúska í Biblíunni eins og ég veit að þú gerir líka og þar sé ég að Kristur, að Satan sigraður af Kristi. Og sá sem sigraður, það stórmerkilegt orð, sigur, að sigra. Það mjög merkilegt orð. Að þú sigrar og sá sem sigraður, hann settur til hliðar. Hafa hann völd, þá eru þau tekin af honum. Og sá sem sigraður gengur inn í þau völd og hinn hafður fyrir utan. Þannig að ríki Guðs eitt, ríki heimsins annað. Hann sem sagt sigraði og var ýtt út úr ríki Guðs. Þess vegna það svo merkilegt og einkennilegt og kannski að kenna að við höfum verið að kenna ranga kennslu allt og lengi, að við erum alltaf að tala þennan sigraða Satan sem eitthvað fyrir okkur að standa klár á alltaf.
ef við uggum ekki að okkur þá er hann kominn. Ég sé þetta allt öðruvísi. Ég sé að yfir okkur er verndarhjúpur. Verndarhjúpur hvers? Nú lifandi Guðs. Og alltaf þegar ég tjáum þetta, þá sýnir hann mér myndina af Jobb. Við munum eftir samtalinu Satans við Guð og hann nefnir Jobb. Hefur veitt athygli mínum Jobb. Og hinn þeir fara að tala saman þarna og hann segir, Satan segir, hvernig á ég geta gert honum megin? Þú ert með verndarhjúp yfir honum á bak og brjóst eða eitthvað í þeim dúr. Þetta er það sem að Kristur er að gera. Hann sem sagt kemur að, frelsar mig eins og við segjum, fyllir mig heilugum anda og ég er komin inn í hans ríki og undir þennan verndarhjúp sem við sjáum í Jobbsbók. Ég finnst menn svolítið gleyma þessu og líka annað, að við gleymum því líka að þessar kenndir í okkur, þær hafa alltaf verið og þær eru því miður ennþá og orðið eitt, það getur unnið bug á því, en við verðum þó að vera þetta orðsins fólk sem leyfir þessu að vinna eins og það vill og smátt þá fyrir þetta ítast burt, eða ekki ítast burt, nei, ég viðurkenni það ekki, en allavega þá gerist það, þú hefur sigur orðið yfir þessu. Þannig að það þarf meira til dæmis til en oft áður, ef þú gerir þetta, sumir gera þetta ekki og þeir eru alltaf á samastað, að gera þetta til að mynda reiðan, en var kannski áður en að þú tókst þennan pól í hæðinni, að leyfa orðin að vinna með þér og í þér. Þannig að það er ekki lengur þannig. Núna sérðu það að því að þú hefur verið að taka þér taki, að þú ert miklu þol betri á mörgum stöðum sem að þú áður kannski lippaðist niður eða sprakst eins og bara. Núna er þetta allt saman svolítið komið niður og hitt Guðsvitundin komin upp vegna þess að þú vilt að þetta sé með þeim hætti. Þannig að þú ert ekki lengur þessi manneski sem er blaut á baku eyrun og ert ekki alveg áttað á því hvernig Drottinn er að stýra þessu og stjórna, en það þarftu að vita. Og þú gerir það af því að þú ert æ meira dáinn sjálfum þér og sjálfri og ert æ fúsari til þess að gera það sem Drottinn býður. Og þú frekar en ég við munum ekkert sjá eftir því að það er það sem við eigum að gera og umfram allt eigum að vilja þetta. Þetta er það sem ég vil og þetta er það sem ég verið að gera í þessa áratugi sem ég er búinn að vera starfandi innan vébanda kirkjunnar og eins og ég oft sagt að þá gekk ég inn í kirkjuna árið 1999. Já, vorið og ég er ennþá inn í kirkjunni. Ég hef alltaf talað kirkjuna bara sem eitthvað eitt, en kirkjan sem ég tilheyrði þá, hún var ekki kirkjan sem ég er í dag, en ég hef aldrei sett neitt sama sem merkja á milli þessara safna. Þetta er bara eitthvað sem Drottinn á og þetta er kirkjan fyrir mér. Þú kannski fær græna þegar þú segir að þjóðkirkjan sé þarna inn í þessu, en hún er það fyrir mér og engin spurning það. Þjóðkirkjan er með margt flott fólk og margir prestar þar bara gegnum trúaði menn eins og ég og þú. Það er ekki málið. En fyrir mér er þetta bara eitt pakki. En Drottinn vill, það er nú bara þannig, hann vill að við séum í söfnuð og hann skýrir það með því að þú ert sem sagt komin í heiminn. Og hann segir það að maður manns gaman og við hittustum og við höfum lengi starfað saman mörg af okkur, margir sem að þekkja mig og búin að starfa með mér í áratugi og gera sumir af þeim eru ennþá að starfa með mér. Og ég þekki marga kristna menn og marga kristna konur og starfa með mörgum af þeim. Við erum eitt í Kristi. Nei, ég er ekki sammála því að það sé mikill núningur á milli
milli manna ef þetta kemur alltaf upp eitthvað vegna þess að þá erum við komnir að hinu atriði, að við erum bara veiklundað fólk og það bara fylgir okkur svo lengi sem við lifum. Það er þessi veikleiki minn og þinn og afstaða þó stundur röng af því við erum svo oft svo miklir holdsismenn og konur. Þetta er svona vandi sem er við að eiga og segir mér það að því ég hef frjálsan vilja, myndu það. Hann verður aldrei tekinn frá mér og ég verð alltaf að velja sjálfur að fara undir afl lifandi Guðs. Það getur enginn skikkað mig til þess að gera það og ég get farið þó með hundshús ef ég er skikkaður. Og það er nú til lítils gagns að vera með ykkur á samkomu með hundshús og að því hann var skikkaður til að fara á stundina. Það er ekkert gagn á slíku. Drottinn vill að þú komir á fúsum og frjálsum vilja og ég kem að fúsum og frjálsum vilja þangað og hef alltaf gert. Þess vegna verða stundirnar fyrir mér svona í 99% tilvikum bara mjög fínar. Ég get alveg líka viðurkennt að ef það er það ekki, þá var það vegna þess að þá er eitthvað ástand á mér sem ætti ekki að vera. Og þarna komum við aftur að þessum veikleika. Við erum öll á þessum stað. Þannig að við sjáum að þetta er það sem að syndin tók bara yfir. Hún fór í mann og svo vann hún með þessa veikleika. Og hún gerði ekki þessum veikleikum neitt gott, hún bætti ofan á veikleikan og kom manninum undir sig að öllu leyti. Kristur vinnur í þessu veikleiku en gerir það í samstarfi við þig, sem er svolítið annað heldur en hitt að bara ráðast inn og hér er ég og ég fer ekki neitt. En það gerir hinn. Satan er sigraður, þannig að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu, segi ég. Kannski ertu ekki sammála mér. Að ég veit alveg hvernig það er að vera kristinn maður. Því alls konar kemur upp. Við erum að byrja með eitthvað nýtt og fallegt sem við segjum og það kemur strax hugsanir eitthvað annað við segjum og hann er bara mættur strax. Þá erum við að tala um Satan. En þetta er eitthvað sem kemur upp í okkur, kannski vegna þess að við erum búin að venja okkur á svona meðfram því að vera neikvæð út í þetta. Við erum ekki alveg vissum að við getum þetta, erum ekki alveg vissum hvort við ættum að gera þetta og þetta er það sem að byrjar að pompa upp í okkur. Þetta hefur alltaf verið svona. Þetta byrjaði ekkert núna. En það getur vel verið að við hins vegar tökum betur eftir því núna vegna þess að við erum komin á þann stað sem að segir okkur að svona sé þetta. Við erum meðvituð Guð, hvernig hann vinnur og við náttúrulega vorum í heiminum allt saman það, en erum með allt þetta í okkur. Það er langt síðan ég komst að þessu. Og svo skil ég það betur að því ég er af föllnu eðli. Þegar Adam og Eva gerðu sitt samkomulag má segja en að gæsalappa við óvininn, höggormu við tréð, þá féll þetta eðli, guðlega eðli. Og það er þarna niðri og er ýmist uppi eða niðri. Guðs eðli kemst upp og þá er hitt niðri. Og þá erum við hoppandi glöð og kát, lofandi Guð með báðum höndum. Svo kemur hitt upp, þá verður Guðseðlið á það erfitt uppdráttar. Og það getur orðið þannig að það verður allt þungt sem við gerum. Við erum alltaf að taka okkur taki, sumir taka sér taki í að lesa orðið, og það er gott að lesa orðið. En ef hafi ekki agan inn í þetta, þá er alveg örugt á einu stað, þá fer það að síga. Það fer að síga. Og þess vegna þurfum við að vera undir afli agans sem að gerir að verkum að hann ýtir okkur fram. Þetta hef ég marg oft tekið eftir því að ég er eins og þú, stundum nenni ég ekki að gera eitt og annað. En ég fer nú samt alltaf í það að því að aginn hefur svo einhvern veginn náð að rótfestast í mér þannig að hann í raun og veru ýtir mér áfram. Ég segi við sjálfa mig, ég er verða að gera þetta og það er alveg rétt, sund verður maður að gera.
Þetta eins með köllunina, hver sem hún er. Mín köllun að gera þetta sem ég að gera hér og ég ágætur penni og allt saman það sem Drottinn hefur fengið að nota. Ég mikið í þessu. En stundum þarf ég svolítið að trekkja mig upp til þess að fara að gera þetta. Þó það sé reyndar ekki oft, en þetta kemur fyrir vegna þess að við erum einhvern veginn kannski svona flóttadýr að því leyti til að þetta allt svo nálægt okkur. Kannski eigum við erfitt með að viðurkenna þetta, en það einn sigurinn sem að vinnst að því trúin vill sannleika. Að hún hjólar í þetta með okkur og við bara látum okkur hafa það að vinna þessi verk og svo segjum við það eins og þetta við okkur sjálf í það minnsta, kannski við aðra. Það allt til að tala sína bresti við aðra þegar við höfum eitthvað að segja. Og þá þegar ég tala svona þá ég við það að þú hafi sigrast á þessum brestum og hafir því einhverja lausn að gefa öðrum. En ef þú sigrar ekki neitt þá kannski bara best að þegja. Því að þá engin árangur. Og ég sé því miður allt of mikið að því að menn hafi verið í einhverjum átökum. Hver þessi menn í dag? Ég bara veit það ekki. Ég verður bara að viðurkenna það. Ég get alveg blessa þá og allt saman það. En hvað sigurinn sem að unnu að þegar þeir fóru í þetta og eitt átakið? Þannig að mörgu leyti til að mynda hefur svo sem að boðar AA-samtökin til að mynda boða það einn dagur í einu. Þetta á nú svolítið við okkur, minn kæri vinnur, þetta kristna fólk. Það í raun og veru ekki nema einn dagur í einu sem þú hefur. Og nú nýr dagur, í dag 13. og síðasti dagur jóla og jólasinni til hlaupa þetta í fjalla eftir 13. að sagt er. En svo kemur 7. janúar, þá það orðið nýr dagur og 7. janúar að baki. Og svona hefur þetta verið, svona eru dagarnir. Og ég vakna og lofa og geri það sem Drottinn vill að ég geri í dag. Og núna þessa vinnu sem ég hef ekki verið í núna í nokkra vikur og svo sem sakna ekki neitt, en þetta bara svona, maður bara fer í þetta þegar maður finnur að andinn yfir og ég geri það. Ég veit að þetta kemur allt aftur og hér erum við að tala saman Guðs orð. Þannig að við erum ekkert hætt. Maður er líka að hugga sig við það að ekkert af þessu hefur hætt. Þetta hefur allt haldið áfram. Að því það hef ég líka séð, köllunin, hún ekki tjölduð til einnar nætur. Hún eitthvað verkefni sem á að ganga bara með því svo lengi sem við lifum. Þetta verkefni sem ég búinn að vera við, já, frá því að ég frelsaðist. Þegar ég frelsaðist þá var ég svona sinn á penni og ég hélt áfram að vera penni eftir að Guðsvitundin vaknaði og fór að gera kristilega pistla og svo færði ég mig yfir í vídeóið og því ég hafði nú reynslu af vídeónu hérna frá gamalli tíð og þannig að maður var með eitthvað í höndunum með það. Og þar aftur á móti, þar fekk ég grunn fyrir, já, ég var ungur maður, bara hálfgerður krakki og þú ert að horfa á þennan mann í dag, það verður 70 og hann ennþá fyrir framan myndavél að taka upp efni með sjálfum sér, Guðsefni. Ég að tala Guðs orð, ég ekki að taka upp sjálfa mig bara til þess að þú sjáir fallega andliti mitt. Ég að tala Guðs orð og svona 99%, já 90% af þessu efni hefur verið Guðs orð. En ég náttúrulega einstaklingurinn sem að sinni þessu og geri þetta og nota þessi tæki og þessi tól sem að til vegna þess að mér standa þau til boða. Drottinn hefur verið svo góður við mig að hann nú að leyfa mér að endurnýja þessa myndavélar því að gömlu vélarnar mínar þær voru nú að verða svolítið einkennilegar. Ein var, ég náði ekki að stilla fókusin í henni og önnur sem ég á 3 vélar, notað yfirleitt bara eina en notað stundu 3 vélar eða ef við gerum eitthvað aðeins meira. Eins þess að var orðin svona, ég náði ekki að stilla fókusin og önnur vélin var þannig, hún var hvellskýr
en átti til að fara að hoppa á ykkur stóra leiðinni, ég veit ekkert hvað að, en ég held ég reyndar ég hef nú farið með hann í viðgerð, allavega kom hún eins út úr þessu og þannig að nú ég bara búinn að setja það til hliðar. Já, en það sá dagur í dag að við erum að velta fyrir okkur orðið Guðs og töluðum það hér að við erum nú ekki gert það í einhvern tíma og ég fór nú eitthvað að athuga með það að verða 1,5 mánuði síðan ég gerði þetta held ég. Já, kannski rúmur mánuð. Það ekki alltaf með alla dag úr hreinu og það allt í lagi, hér ég og við erum að tala Guðs orð og höfum verið auðvitað að fjalla áhugavert efni því að þannig það líka allt sem Drottinn að gera, það mjög áhugavert. Það höfum að séð og það ég vissum að þú tekur undir hjá mér og með mér að Þannig að við erum ekkert að baki dottinn og Guð samur við sig, hann yfirgefur okkur ekkert og auðvitað ánægður með það að við erum ekkert að fara neitt að yfirgefa hann og að allt virkar þetta nú eðlilega og eins og það á að vera og það einmitt það sem við eigum að gera. Við eigum að hafa þetta eins og hann vill að þetta sé og við erum alveg í stakk búin til þess vegna þess að við vitum alveg hvað snýr fram og aftur á trú. Því við höfum verið að kynna okkur trú og höfum verið að kynna okkur trú alveg frá því að við byrjuðum að eiga við trú. Hún ekki eitthvað að skökkja á mér. Og segja, það var laga þetta. Ég veit ekki, rétt svona hins en ég leiði mér bara. Þá þetta bara skakk og ská hjá okkur í dag en við erum samt að reyna að koma að stað með góðan boðskap og hann tel ég að sé fyrir hendi vegna þess að Drottinn yfir. Hann klikkar ekki neitt. Við getum brugðist á margvíslegan hátt en hann klikkar ekki neitt og það nú styrkurinn okkar að hann heldur utan okkur og þá klikkar ekki neitt og meira. Við erum til friðs þar sem við erum. Við erum auðvitað tilfinningaverur og það geisa okkur alveg á fullu allt og oft reyndar en að því að Guðs orð komið inn þá erum við í því að reyna að stjórna þeim með Guðs orði. Þannig að það eru alls ekki með okkur alveg lón og dón eins og gerist í heiminum. Það eru alls bara með fólk og svo allt upp í loft og jafnvel slagsmál og vissinn í kringu það. Og svo annað sem mjög merkilegt og mikilvægt. Það held ég að menn geti talað að í dag til dæmis að það svo auðvelt að kveikja ótta. Við höfum verið að ganga í gegnum alls konar óttasveiflur bara hverja og eftir annarri. Margir muna eftir bankahruninu. Það var aldrei sem það kveiktu ótta. En ég get nú ekki sagt að það hef gert það hjá mér en auðvitað stóð man ekki á sama en það var vegna þess að ég á bara enga pening og ég misti ekki neitt í þessum bankahrunum og margir mistu stórar upphæðir í bankahruninu þannig að það í sjálfu sér breytti aldrei neitt hvað mitt líf varðar. Og svo núna, það þessi hamfaralínu og það þekkjum við. Og þetta eru hálfgerðar svakalegar spár sem verið að gefa út í kringu það. Það ekkert lítið, það ekkert léttvægt að tala að heimurinn myndir að farast. Halló. Ég hef engar áhyggjur af þessu. Vegna þess að ég hef Guðs orð mér til halds og traust og það talar með ákveðnum hætti, talar inn í framtíðina sem á að gerast og ég veit að hann stýrir og stjórnar. Hver hann? Hann heitir Guð Almáttugur. Hann með plan og hann talar allt til enda tímana. Þannig það ekki allt komið fram. Þannig að hvernig nú heimurinn geta farið á undan áætlun Drottins. Hann stýrir þessu öllu. Undir þessu vill ég vera og lifa og alveg tek með þessum röddum sem segja að mengunin sé mikil. Hún búin að vera það mjög lengi, mikil. En ég bendi á það
að þó að mengunin sé allt mikil, að þá er það nú samt þannig að það hefur margt áunnist í mengunarmálum. Ég er komin að fast á 70. Ég man tímana tvenna hvað þessa mengun varðar og það hefur sumstaðar verið gerð algjör bylting. Ég man alltaf eftir einni setningu eða einu vini mínu sem benti á það að hann sigldi sem ungur maður á fossunum og þeir fóru, þá sigldu þeir til London og fóru upp Thamesá og hann, náttúrulega, þá var hún bara einn drullu pollur. Menn sigldi í þessu þegar þeir komu þarna til London. Svo er það eitthvað 80 á milli 80 og 90 á því róli, 85, 6, 4, 5, 6 eitthvað svoleiðis. Þá tekur hann sér nokkra mánaða frí frá þeirri vinnu sem hann þá var í og siglir nokkra túra hjá Eimskip. Það var alltaf þekktur maður þar og vel liðinn og allt saman það, þegar hann hoppaði bara á borð þegar hann vildi. Og hann sagði mér það að hann hefði farið þarna til London, siglt upp Thamesá og þá blasir við honum bara allt annað umhverfi. Áin alveg hrein og tær og bara eins og ár eiga að vera. Og þetta er víða búið að gera þetta með þessum hætti, þannig að það hefur verið gert alls konar til þess að bæta og gera verkin betur. Nei, vinir, þú mátt auðvitað trúa á hverju þú vilt, en ég vil ekki staldra neitt við þessa svokölluðu hamfarahlýnun. Ég er ekki trúaður á það að það verði, af því ég hef orð Guðs mér til halds og traust. Og eins og við vorum að tala þá talar það framtíðina líka. Og sumt af því sem að heitir nú spádómar, þetta er mikið af þeim er komið fram, en ekki nándar allir, en þeir munu allir koma fram. Auðvitað er þetta líka að tala til allra manna og okkur sem trúum, einkum og sérlega, því að heimurinn er ekkert að hlusta á svona tal, hann skilur það ekki og vill ekkert vera það og hann ræður hvar hann er. En við ráðum líka hvar við erum. Þannig að við getum alveg unnt því að einhver tali til okkar orð Guðs. Og þar kemur þetta fram, margt ókomið, margt hefur skeð, þetta er ekkert að vera búið. Já, maður veit náttúrulega ekkert það hvernig það verður búið, því að Drottinn svo á hann eftir að stíga niður og taka bólstað hérna á jörðinni. Í skýjum heimis, svo sagt er. Og þá verður til þetta 1000 ára ríki. Og ég vil trúa þessu. Ég vil ekki trúa því að þetta drukkni allt í einhverjum flóðum við hendum ekki milljörðum í einhver verkefni til að bjarga þessu. Og setjum á stað eitthvað í gang sem á að breyta þessu, en það er nú bara þannig með þessi ágætu mannanna verk að þau hafa öll þessi verk hafa haft sína kosti og sína galla. Ég vil ekki vera það. Ég vil bara trúa á minn Guð. Ég vil bara treysta mínum Guði og hann talar með öðrum hætti heldur en þessu. Þetta er það sem ég vil svona benda á. En auðvitað er ég ekkert að skipa þér að trúa og að ræða hverju þú trúir. Sumir trúa ekkert sannleikanum og trúa því ekkert þessu. Sumir trúa reyndar engu. Og af hverju ættu þeir þó eitthvað að trúa þessu? Þetta er það sem ég geng út á. Þannig að þetta hræði mig ekki hænu þegar þessi umræða loftslagsvána. Ég bara tek ekki þátt í henni. Ég bendi bara orð Guðs. Og það er að segja mér allt aðra hluti. En hvað erum við búin að tala lengi? Ég ekki að stoppa bara núna og við sjáum til hvernig þetta kemur út.